Fyrsti fyrirlestur í dag HTTP en við skoðum þetta aðeins í Web41 og ætlum að skoða nánar núna og hvernig við getum gert ýmsa hluti í gegnum Express sem að HTTP staðallinn byður upp á. En það er þannig að HTTP 1.1 mest notað í dag þó að það sé að verði 22 ára í ár og HTTP 2 nýja útgáfan af þessu sem var svona staðla fyrir alvöru fyrir 4 árum eða svo hægt og rólega sækja í sig veðrið og núna í janúar það 33% af vefjum og trafík fyrir gegnum HTTP 2 versus restin gegnum HTTP 1.1 og HTTP notar í grunninn TCP/IP fyrir gagnaflutning sem á sér stað en myndar síðan abstraction ofan á það, þannig að við erum ekki að hugsa pakka eða opna einhver socket eða eitthvað svoleiðis. Það allt síðan það bara í TCP/IP og við notum HTTP til þess að eiga eitthvað samskiptum á milli framenda og bakenda. Síðan höfum við á bakvið líka DNS sem kerfið sem að þýðir IP-tölur yfir í lén. Við munum skoða það aðeins þegar við förum að skoða að setja upp okkar eigin vefþjóna og svona hvað það þýðir að vera með IP-tölu og vera með lén og hvernig við tengjum þetta saman með nafnaþjónum og nafnakerfinu. DNS. En HTTP byggir sér á þessu request response módeli milli client og server. Þannig að við sem client sem eitthvað í vafri eða eitthvað annað sendir request á server. Server framkvæmir þá aðgerð sem beðinum og sendir response tilbaka á client. Og eins og við sáum í seinasta fyrirlestri þá getum við átt við þetta request og þetta response. Við getum lesið hvað verið að biðja hvað HTTP aðferð hvað headerar eru þarna og svona og sett síðan eitthvað response tilbaka á clientin hvort sem það einhverjir headerar eða bara efnið sem HTML-ið okkar eða skrár. Þegar við erum síðan að vinna með HTTP og erum farin að nota aðrar aðgerðir en þetta get og post sem við erum svona vönust og notum mest af þá gott að hafa einhver önnur tól til þess að grípa í og þá eitt gott tól curl sem að við getum notað til að gera alls konar hluti tengda HTTP bæði til þess að skoða hvað að gerast, debugga hvað ef eitthvað bilað, læra bara hvernig HTTP virkar með að prófa okkur áfram og sækja efni svona eins og að sækja með öðrum aðferðum. Getum sótt það hér og þá getum við sótt einhverjar ákveðnar síður hérna. Þetta myndi sækja bara með get aðferð HTTP hi.is. Við getum gert head aðgerð með _head þá fáum við bara tilbaka headerana sem eru fara fram og tilbaka. Við getum kallað þetta með verbose, þá sjáum við nákvæmlega þegar það verður að opna alla tengingar og átt í öllum samskiptum, öllum HTTP samskiptum það komið á öruggu sambandi og síðan hlutinni sendur á milli. Við getum sendt gögn, við getum postað gögnum, við getum postað á example.org foo jafnt og bar með því að segja data eða sótt með einhverjar annarri aðferð. Þannig að curl _x put myndi framkvæma put aðferðina. En requestin sem við erum að gera innihalda þessa hluti. Hvað verið að biðja hvað verið að nota, hvaða auðlind verið að sækja, hvaða útgáfa HTTP verið að nota, headerana, tómlína og svo gögnin. Þannig að hér dæmi um request, þar sem engin gögn. Það verið að kalla eitthvað á localhost 3000, þannig að þetta að keyra á einhverjum server sem ég með keyrandi hérna. Þetta hvernig vafrinn sem ég að nota kynni sig. Það notar þessa löngu línu sem user agent strengur til þess að segja það. Þetta header sem ég set í gegnum Chrome sem segir do not track. Þannig að ég segi við vefinn vinsamlegast ef þú ert að trakka mig, ekki gera það. Flestir vefir hunsa þetta bara að segja þú baðst að ekki trakka þig, en við ætlum að trakka þig út af því að okkur finnst það að veita þér betri þjónustu. En það það sem Medium gerir sem mjög skrítið. Og hérna eru accept headerarnir sem segir hvað ég styð, hvaða tungumál ég vill og hvað ég kann að túlka. Ég kann að túlka text HTML, ég kann að túlka XHTML, XML, WebP, PNG og svo kann ég bara túlka allt í heiminum. Þá fæ ég tilbaka þegar ég búinn að
framkvæma einhvern request, eitthvað response. Það aftur einhver metadata þetta með headerum, síðan tóm lína og hugsanlega gögn. Og þegar við framkvæmum get, þá fáum við alltaf gögn. En síðan þegar við förum að framkvæma búa til vefþjónustur og förum að hættum að vinna með HTML og förum að reyna að vinna með einhver actual struktúruðu gögn, eða meira struktúruðu en HTML, þá getum við verið að fá tilbaka þarna JSON gögn eða XML gögn sem við síðan vinnum eitthvað með. Þannig að hér þessi server að svara. Þetta er server frá því núna í dæmi. Þannig hérna verður settur einhver sérstakur header. Hérna verður að segja að þetta er powered by headerin sem við skoðum í seinasta tíma. Og síðan kemur þessi tóma lína hérna og svo HTML okkar. En þessar aðferðir sem við vinnum með eru get og post höfum við notað hérna núna. Og síðan þegar við förum að vinna með vefþjónustunnar, þá bætum við því að munum nota put og delete sem þá leyfa okkur að framkvæma þessar aðgerðir sem við skoðum síðan þegar við skoðum Postgres og eftir. En get biður bara eitthvað, head biður bara hausuna fyrir eitthvað, post tekur við einhverjum gögnum, yfirleitt einhverjum gögnum í einhverju formi og segir hér einhver pakki af gögnum, vinsamlegast búið hann til einhvers staðar og þá hann búinn einhvers staðar til af servernum. Það getur verið í gagnagrunni, það getur verið sendt áfram á einhvern annan, það getur verið geymt einhvers staðar einhvern veginn. Þannig að þá erum við að breyta einhverju, við erum að búa til eitthvað nýtt. Síðan höfum við put sem þá eitthvað sem við viljum uppfæra. Þannig að við viljum til dæmis uppfæra einhverja skráningu. Það var þetta hérna nafn, nú að breyta nafninu í eitthvað annað, þá getum við sagt put með nýja nafninu og þá það uppfært á þessari slóð. En við skoðum þetta nánar þegar við förum að vinna með vefþjónustunnar. Og síðan delete til þess að eyða einhverju á einhverju sérstöku urli. En headerarnir eru sendir bæði request og response og eru bara mjög einfaldir. Þeir eru einhver strengur, tvípunktur, eitthvað gildi. Og við getum sett þá í Express í response-inu með því að nota set og þá bara key headerin sem við viljum setja og valueið valueið. Við ættum yfirleitt ekkert að þurfa að verka eiga við þetta, en stundum þegar við erum að vinna með vefþjónustur þá viljum við setja ykkur auka lýsigögn ekki í gögnin sjálf, heldur í headerina og þá hefur eftir í hvernig við skilgreinum og setjum upp vefþjónustunnar okkar. Einn header sem við viljum alltaf senda er content type sem segir til að hvaða gerðgögn eru, bæði request og response og þar líka kemur fram í hvaða karaktersetti gögnin okkar eru og þau geta verið í UTF-8 eins og við notum yfirleitt. Þau geta líka verið einhver öðru eins og í ISO 88591 eða Windows 1252 sem er gamalt hérna. Og svo þetta líka þegar við viljum að senda eitthvað annað frá okkur en HTML. Þannig að við viljum til að senda frá okkur CSS, þá þurfum við að segja við sem að senda frá okkur CSS, sem er text CSS, ekki text HTML. Og síðan ef við erum að senda form, ef við erum að senda eitthvað frá okkur, þá þurfum við að segja á hvaða formi gögnin sem við erum að senda frá okkur eru. Þannig að þá segjum við líka einhverja content típu eða encoding típu sem er á forminu, sem við sjáum eftir. En svona header sendum við frá okkur, við ætlum að senda frá okkur HTML. Ef við ætlum að senda frá okkur HTML sem er í UTF-8, þá getum við skilgreint það hér. Við verðum ekki að gera það, við getum gert það. Og ef við gerum það, þá mun það í raun trompa meta-charset skilgreiningum sem við skilgreinum í efninu sem síðan fylgir. Þannig að þá getum við verið með eitthvað efni sem er í ISO 88591 eða er í UTF-8. Og ef það ekki match á milli þessa hérna charset og þessa charset eða eiginlega bara efnisins á síðunni, þá munum við lenda í svona encoding vandræðum. Yfirleitt þetta allt bara í fínu lagi í dag þegar það nota allir bara UTF-8. En þetta er ennþá eitthvað sem getur slæðist inn hér og þar. Ef við notum fallið resend, sem er þetta hjálparfall, í staðan fyrir að kalla í reswrite, sem er hérna erfða fallið frá HTTP, og síðan er resend til þess að enda straumin, þá er resend
að skrifa það sem við sendum inn sem argument í sig, athugar hvað það er langt, setur content type út frá því, setur það reyndar alltaf bara sem HTML, nema við máttum það með REST type og sendir það yfir til clientsins. Þannig að hérna er dæmi það hvernig við getum búið til mismunandi rátera mismunandi rát sem að svara fyrir mismunandi methods. Þannig hérna erum við með eitt app sem að hefur 4 mismunandi handlera fyrir allt fyrir rótin á vefnum. Þannig að ef ég gerir get, þá fæ ég get hérna. Ef ég fæ post, þá fæ ég hingað, put og delete. Þannig að þetta er allt mismunandi þó þetta svari allt á sömu slóðinni eða fyrir sömu auðlindina sem er þessi slash rótin. Þannig að ef við kerum þetta og opnum serverinn, þá framkvæmir serverinn okkar get method, þannig að við fáum það. En ef við viljum síðan keyra eitthvað annað, svona, þá getum ég nota hérna curl head hérna. Þá fæ ég tilbaka bara headerina. Ef ég sleppi þessu, þá fæ ég nákvæmlega sama og serverinn og klientinn fekk í Chrome. Ef ég vil framkvæma post, þá get ég gert það með þessu og þá sér Express það að athuga. Það er verið að biðja post í requestinu sem kemur inn. Það er búið að setja upp rát á appinu sem að svara fyrir post á slash og þá er þetta hérna callback keyrt. Ef við biðjum það á einhverju öðru, þá gerist ekki neitt af því að það er ekki búið að skilgreina neitt rát fyrir þetta. Þannig að þá fer þetta bara í einhverja sjálfgefna villumeðhöndlun á Express. En ef ég seti þetta upp hérna sem post ASDF, þá fer þetta að svara fyrir þetta. En þá get ég ekki gettað ASDF af því ég hef ekki skilgreint neitt get fyrir það. Þá get ég gert það hérna, þá er ekki lengur með neitt get fyrir rótina. Þannig að þá þurfum við að fara að búa til öll þessi rát sem eru bara allar slóðir sem vefurinn okkar svara fyrir. Og sjá, næstu með hérna, já, content type. Þannig að ef við þurfum að eiga við content typeið, þá köllum við hérna í res send fyrir þetta innan núna. Þannig að ef ég geri aftur curl hérna á bara rótina, þá fæ ég þetta upp. En ef ég biðjum headerina, þá fæ ég hérna content type, text HTML, charset UTF-8, content length 76. Þetta hérna eru 76 stafir með öllu sem sendt á milli. En ef ég geri bara res right og res end, þá fæ ég ekki þessa headera. Þannig að þetta er eitthvað sem að Express hjálpar okkur við þarna. Þannig að það er þetta abstrakta í burtu fyrir okkur að setja þessa headera, setja þetta content length og bara einfalda okkur lífið. Síðan ef að ég set hérna content type header og ég segi þetta á að vera text HTML, charset ISO 88591 sem er í ólíkt því sem að ég skilgrein hérna, skjalið mitt er skilgreint í hérna sem UTF-8 og ég skrif eitthvað út hérna sem er með ói eða einhverju íslenskum stöfum, einhverjum ekki ASCII stöfum, þá mun það koma vitlaust út. Þannig að ég fer á 3000 hvað heitir það? HTML og þá fæ ég hérna svona klassískt mismatch á milli content type, hérna carsets. Og þá er það út af því að ég er að segja hérna, þó ég segi hérna charset UTF-8, þá trompar þetta það og segir nei, þetta er alvörun ISO 88591 og browserinn bara túlkar það sem ISO 88591.
Síðan getur það líka verið að við viljum ekki birta eitthvað, heldur viljum við bjóða notandurum að downloada einhverju í staðinn. Þá getum við sett header sem segir, heyrðu, í staðinn fyrir að gera þetta og við erum birta þetta inline í vafranum, að þá er að gera eitthvað annað. Og þá er content disposition header sem segir ekki inline, heldur attachment og síðan semikoma, file name, það sem við viljum í raun að þetta verði til. Þannig að það verði boðið upp á að downloada þessu sem foo.txt. Þannig að þá getum við gert svona og þá getum við í raun látið eins og við séum með eitthvað file name, eitthvað dot sem að eigi geta downloadast og við þurfum ekki að hafa það sem eitthvað skjal sem heitir text.txt á disk einhvers staðar. Við getum til dæmis verið með gagnagrunn fullan af einhverjum röðum af gögnum og við viljum gera það aðgengileg sem CSV eða eitthvað svoleiðis sem er svona comma separated value eða tab separated value. Þá þurfum við ekki að skrifa það niður á disk og síðan senda það. Við getum bara búið það til on the fly hérna í einhverju, senda síðan með þessum content disposition header og að attcha það hérna og browserinn mun bjóða okkur upp á að downloada það. Þannig að hérna, vitlaus röð. Þannig hérna er þetta líka vitlaust, en hér höfum við sem sagt link bara þegar við förum inn á slash sem segir download, það fyrir yfir á slash download, það segir eitthvað file name, setur þennan header og sendir síðan gögnin. Og hérna í möppinu er ekkert test.txt, en ég hef gert opna þetta, þá er linkur, ít á download og þá downloadast hérna beint bara eitthvað skjal. Og ef ég opna það, þá stendur því hello world. Síðan annað dæmi header sem við getum átt við og getur hjálpað okkur er sem sagt, að skilgreina þjöppun og þá segi ég sem client, ég kann á þjöppun, ég kann sérlagi á gzip algoritman og deflate algoritman og þeir eru fleiri til. Þá getur serverinn í raun gripið það og sé hérna client, styður hann eitthvað á þessu hérna, já hann styður gzip, ég kann á gzip, ég er hérna með 2 MB af texta, ég ætla ekki að senda textan bara sem 2 MB skjal yfir, ég ætla að byrja því að zippa hann, senda hann til clientsins, clientin tekur við honum, sér header sem segir það sem þú varst að taka við er zippað, unzippar því og birtir okkur sem notanda. Þannig getum við sparað í raun það að vera að færa óþjöppuð gögn yfir network með því bara að þjappa þau on the fly. Og þá kemur svarið með content encoding algoritmin og hérna clientin grípur hann og notar það. Og þá náttúrulega þýðir það líka ef það kemur client sem að hefur engan accept encoding header eða hefur encoding algoritma sem við skiljum ekki, þá sleppum við bara að senda þetta zippað yfir og sleppum því að senda eitthvað svona header og sendum bara hlutin óþjappað yfir vírinn. Og þetta er svona content negotiation. Þannig að fer fram einhverja samningaviðræður það hvernig nákvæmlega eigi að senda gögnin á milli. Og þetta getur skipt miklu máli fyrir hraðanavefnum að senda 600 KB af CSS óþjappað versus að senda kannski 15 KB af þjappuðu CSS. CSS lítur mjög svipað út, það þjappast mjög vel og kostnaðurinn við það að unzippa því síðan á clientnum er miklu minni en oft bandvítin sem fer í það að senda þetta á milli. Þannig þá ertu fyrr að fá efnið, fyrr að geta byrjað að teikna vefinn og allt notendum líður betur með hraðan. Þetta er svona smá vesen. Við þurfum að athuga, er þessi header til staðar, hvaða þjöppunar algoritmar eru til staðar, hverja eigum við að styðja og svo framvegis. En þessu getum við öll bara ýtt frá okkur með því að nota compression middlewareið sem við getum sótt með NP og notum það síðan, gerum use í appin okkar og við þurfum að nota það ofar í raun en við fyrir að svara einhverju. Þannig að því er ekki að segja eftir að við erum búin að svara fyrir
CSS-ið okkar að segja við að þjappa einhverju, því þá erum við búið að senda það áður en við segjum, hey, hérna hvernig við þjöppum. Þannig að við sækjum það bara með npm og segjum síðan einhvers staðar const compression jafnt require compression app use compression. Og svona í raun oft þetta pattern. Við erum með eitthvað HTTP verkefni sem við viljum leysa. Við viljum ekki skrifa okkur eigin kóða. Við finnum pakka sem leysir það fyrir okkur. Við sækjum hann, við notum hann í appin okkar og við fáum aðgang að þessari virkni. Þannig að þetta munum við aftur gera þegar við erum með auðkenningu. Þá ætlum við ekki að skilgreina alla, við ætlum ekki að búa til auðkenningu frá byrjun. Við ætlum bara að búa til auðkenningu sem við notum á sérstakann hátt. Þá kannski þurfum við að stilla eitthvað, senda eitthvað hérna inn til þess að stilla viðkomandi middleware. En það er nóg fyrir okkur. Við þurfum ekki að búa til allt og skilgreina allt fyrir hvert request og hvert response. Þannig að compression er hérna og það hefur einhverja options hérna. Það segir til dæmis default chunk sem er eitthvað ákveðið, eða chunk size, það er eitthvað filter, það er eitthvað level, hversu mikið á að þjappa. Þegar við getum í raun sagt eittu fleiri CPU cycles í að þjappa efnið til þess að fá kannski skafa af því auka 5 KB eða eitthvað svoleiðis. En það skiptir mjög litlu máli ef við erum komin úr kannski 2 MB niður í einhverju 20 KB, hvort við náum einhverju 5 KB í viðbót eða ekki. Þannig að þá er hérna hversu mikið við viljum vera að gera þetta og eitthvað fleira. Alls konar svona við viljum í raun alveg fara og drilla niður í að hvernig þetta virkar. Og þá kemur þetta svona að við segjum hérna require compression. Sjáum hérna í package.json að ég er búinn að sækja compression pakkan. Sækja þetta, setur þetta hingað og hérna setjum ég raun threshold sem er eitt af þessu sem var þetta niðri. Það segir bara til ekki byrja að þjappa efni nema efni sé yfir ákveðið mikið. Af því að þjappaður 10 byte strengur er eiginlega bara jafn stór og óþjappaður 10 byte strengur. Þannig að við erum, það skiptir ekki máli fyrir við komin yfir eitthvað þröskuld. Þannig að ég gera hérna slekki á þröskuldum, þannig að hann hérna, kompressi bara allt. Þannig að ég geti sendt eitthvað lítið hérna fyrir dæmi. Og við keyrum það upp. Og þá náttúrulega ef ég fer á hérna, þá er þetta bara nákvæmlega eins. Þegar serverinn sá bara, hey, þú samþykkir compression, hérna er þetta kompressa, takk, segir vafrinn, uncompressor og svo birti mér það. Við sjáum að það gerist með því að skoða hérna requestið. Þannig að við fáum content encoding gzip hérna og response hérna, þetta er alls þar er þetta bara óþjappað. Þetta sést illa. En ef við keyrum þetta bara með curl hérna og segjum hérna, setjum hérna er önnur leið í curl, annar svona parameter sem við getum sendt inn sem er slash, nei hérna stórt H, accept encoding gzip sem segir þá að við tökum við gzip, þá fáum við hérna tilbaka svarið og hérna er það gzipað. Þannig að hérna er curl ekki að unzippa því fyrir okkur. Það er ekki það sem curl gerir. En ef við sleppum því að segjast kunna á gzip, þá fáum við þetta bara óþjappað. Og þá er ekkert hérna sem segir að þetta sé þjappað, og meðan hérna er sagt content encoding gzip. Það er ekki til staðar hér. Út í að við kunnum það ekki, þá fáum við það ekki. En fyrir þessi middleware þá nota þau þetta pattern sem við sáum í seinsta tíma. Þau eru föll sem taka við 3 argumentum, rec, res og next. Og svo er bara eitthvað kóði sem að annarkvort breytir, bætir við, gerir eitthvað við requestið og responsið og kalla síðan í næsta middleware. Þannig að þannig er raun bara búið að búa til kontrakt sem þýðir þá að það er í raun hægt að búa til mjög mikið af bara almennum middlewareum sem við getum síðan bara púsla saman eins og við þurfum. Hérna eru ákveðin eins og body parser sem leyfir okkur að sækja úr request body ef við notum post sem við skoðum hérna í næsta fyrirlestri. Cookies, þannig að við getum í raun notað cookies á servernum okkar sem þýðir að það er eitthvað gögn sem við festum við
svarið okkar til klientsins og klientin geymir það og sendir síðan þetta alltaf tilbaka. En þetta er leiðin til þess að komast fram hjá þessu að HTTP sé stateless, það heldur ekki utan um neina stöðu, að þá festir það við okkur. Þú ert þarna notandi númer eitthvað og ég veit hver þú ert fyrir næsta request. Og þá sérstaklega þegar við erum með eitthvað sem við þurfum að logga fólk inn, þá verðum við að vita hver ykkur er. Þá verður þetta svolítið flókið og svo er náttúrulega hægt að nota þetta líka fyrir til þess að tracka okkur og ástæðan fyrir því að það er hérna cookie law og svo núna GDPR sem er að miklu leyti þetta hvað gerist þegar að einhver hefur tækifæri til þess að nota svona tækni sem var í raun upphaflega hugsuð bara til þess að veita ykkur þægindi en er núna notuð svona á svolítið malicious hátt til þess að vita í raun nákvæmlega hvað við erum að skoða á netinu. Síðan höfum við CORS sem að við kannski munið aðeins eftir úr hérna þegar við vorum að vinna með XML HTTP request eða með fetch þar sem við vorum að sækja eitthvað af klientnum yfir á einhvern annan server og það var ekki í lagi nema að verið settur upp svona CORS headerar þá er hérna svona middleware sem að setur þessar CORS headera fyrir okkur. Logger, multiport form data þannig að við erum að senda skjöl á milli við erum að skoða dæmi þetta eftir og svo framvegis. Slatti hér en síðan enn fleiri hérna í connect sem eru með önnur, sum eru sömu og sum eru öðruvísi. Já, þetta er mest bara sömu. En þannig getum við í raun búið til bara svona self-contained virkni sem við getum púslað saman. Þannig að við erum að búið til stærri forrit sem við getum gert ýmislegt fyrir ýmis request. Þá getum við í staðinn fyrir að útfæra þetta allt aftur og aftur eða svoleiðis, þá getum við moduliserað forritið okkar í þessi middleware. Síðan er URI og URL, þetta er svona sem að kemur alltaf upp og er í raun þessi leið til að staðsetja hvað eitthvað er, einhver svona auðlind, resource sem er þá HTML skjal, mynd, CSS, JavaScript, eitthvað og gefa því nafn, þetta er ekki bara staðsetningu, þetta er líka nafn eða bæði og það er til þetta URN, URL og URL og þetta er allt voðalega flókið og svona, já, tæknilega rétt eitthvað. En núna ef við að reyna bara skilgreina þetta bara sem URL, það er það sem allir nota og allir kalla þetta. Og URL er þetta sem við notum bara til þess að ferðast um vefinn og er eina aðal innovationi við vefinn var þetta að koma þetta hypertext og við getum tengt saman tvo hluti yfir tíma og rúm í gegnum internetið. Og þá höfum við þennan protocol og þessi tvípunkt og 2 skástrik, einhvern host sem er það sem við erum að biðja svo eitthvað portnúmer, slóð á það sem við erum að biðja einhvern query string sem er þá name value collection af einhverjum upplýsingum sem við erum að senda með einhvern fragment identifier sem er þá staðsetning innan auðlindar, til dæmis í þessu slides forriti sem ég er að nota hérna uppi, þá er þetta hérna notar hún fragment identifierinn til að segja til á nákvæmlega hvaða slæðu ég er innan þessa resource sem er þessi fyrirlestur. Þannig ef ég refresha, þá fer ég aftur á sömu slæðu. Og síðan getum við verið aukalega með þarna auðkenningu í, það fer 2 línur. En hérna er einhver svona dæmi. Hérna er þessi query-strengur, með spurningamerki fyrir framann. Og svo þegar við erum að vinna með svona slóðir, sem að senda yfir, þá þarf að URL enkóða strengina. Svo því er að íslenski stafir til dæmis, þeir geta lent í vandræðum þegar þeir fara yfir URL. Og í JavaScript getum við notað encode URI fallið. Já, og svo er þetta hérna, en ég ætla að reyna bara að hætta að hugsa um þetta og byrja bara að kalla allt URL. Það er bara einfaldara. Einfaldleiki. Mikill kostur. En ef við erum að vinna með, URL þarna, þá ætlum við að vera að nota og vinna með þessi URL í Node, þá höldum við kannski að það sé bara voða einfalt að fara bara að skrifa einhvern smá strengja með hendina á þessu. En það verður flókið og leiðilegt. Það eru til URL-pakkin sem er gamall, eða áður en það var til stöðluð leið til þess að vinna með URL, sem er haldið úti af WOT Working Group
og þetta bara URL, living standard, bara á að algjörlega skilgreina nákvæmlega hvernig á að vinna með URL í öllum tilfellum allstaðar. Og þar er nýtt API til að vinna með þetta, eitt sem heitir URL og eitt sem heitir URL Search Params sem virkum með query-strengnum, og við getum notað þetta úr Global Scope og þá bæði í Node og í nýlegri vöfrum, í flestum vöfrum nefnum bara Internet Explorer eiginlega, 11 og eldri, og þá getum við notað bara þetta sama til að vinna með hlutina eins í Node og vafranum sem getur verið næs. Þannig að þá getum við tekið inn eitthvað URL í staðan fyrir að reyna sjálf einhvern veginn að passa þetta, hvaða host er þetta URL að biðja um. Þá ætlum við, já, ég skrifa bara regex eitthvað. Það endar illa því að URL eru flóknari en við höldum. En þá ef við notum hérna new URL fyrir strengin, þá fáum við tilbaka bara hlut sem er í raun með öllum þessum hlutum eða pörtum af URLinu, og þá getum við sótt hérna nákvæmlega, já ok, þetta er hérna search eða query-strengurinn, þessi hérna, þetta er 2 spurningamerki hérna, og hash hérna, þetta er h hérna, og alveg skiptir flýti hjá mér. Og síðan ef við ætlum að vinna með query-strengin eða search params, þá getum við notað þetta URL search params, sendum inn einhvern streng hérna eða ekki. Svo getum við sett hérna eitthvað nýtt sem væri þá name, sem væri Óli. Við getum eytt einhverju úr þessu hérna sem er foo, þannig að þá fjarlægist þetta hér. Og svo getum við kallað í toString, og þá er þetta bara búið til fyrir okkur. Og þá sjáum við hérna, þá er búið að URL encóða óið, af því það þarf að gera það til þess að þetta fari rétt á milli í öllum tilfellum. Það mun virka í einhverjum, en einhver staðar gæti þetta tapast ef við tölum einhvern server sem að tala einhver, kann ekki eitthvað. Þannig að þá getum við notað það bara hérna, og þá er þetta hérna, ég er ekki að sækja neitt af því þetta er bara til í Global Scope, þannig að við þurfum ekki að gera eitthvað const, eitthvað require, þetta er bara þarna. Ok, taka 10 mínútna pásu.